Þá komið að 6. liður á dagskrá, álagning gjalda fasteignagjöld 2020, reglur afslátt og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, hér ágæti bæjarfulltrúar, hér tekið fyrir liður 4 í fundargerð bæjarráðs dagsett 12. desember 2019, en þar var lögð fram tillaga reglur afslátt elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti 2020. Það nú þannig að samhliða þeim breytingum sem hafa orðið á fasteignagjöldum eða fasteignaskatti og þá fasteignagjöldum á umliðnum árum, þá höfum við tekið skref til þess að hækka og koma til móts við tekjulitla elli- og örorkulífeyrisþega. Ef ég man rétt þá hækkum við þetta 10% árinu 2017, 7% árinu 2018 og nú tillaga okkar það að hækka þetta 10%. Þannig erum við að tala annars vegar tekjumörkin og hins vegar þá rauninni upphæð tekjutengst afsláttar. Þannig að hæsti tekjutengdur afsláttur verður eftir þessa breytingu 117.700 krónur og þá erum við líka að breyta tekjumörkum fyrir einstaklinga, þannig að einstaklingum með tekjur alltaf krónur 4.030.000 fær fullan afslátt og síðan hann hlutfallaður upp í þangað til að við komum með tekjur upp á 5.733.000. Þegar hjónur að ræða þá fullur afsláttur af hjónum tekna upp á 5,4 milljónir og 3.000 og síðan hlutfallast hann niður og fellur að fullu niður þegar tekjurnar yfir 7.183.000 krónur. Og þannig verið að miða við tekjur á árinu 2018. Við teljum með þessari breytingu að þá séum við að mæta þeim hækkunum sem að verða hjá þeim einstaklingum sem að hvað minnst hafa milli handana og í rauninni samræmi við það sem að hefur verið gert hjá öðrum sveitarfélögum. Auðvitað má alltaf deila það hvort að þegar við erum farin að hækka þessar fjárhæðir meira heldur en launavísitölu og erum að hækka 10% þessi ári, þá má alltaf deila það hvort að þetta flokkið sem tekjulitlir, en við erum þarna svona svolítið að bera okkur þá sama við, en þó erum við önnur sveitarfélög sem í sömu vegferð með þennan afslátt. En þetta hér lagt fram til samþykktar. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara koma rétt örstutt upp og fagna þessu. Ég tel að það sé gríðarlega mikilvægt að halda verndarhendi þar yfir þar sem þess þörf og fagna ég því þessum breytingum og ánægð með þar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið laust. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs til þess að geta samþykkt þessar reglur gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það.